Vorið 2016 hófust framkvæmdir hér við að reisa Búrfellsstöð 2. Tilgangurinn með þessari stöð er að nýta betur þetta vatnasvið hér á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu, en við teljum að á ári hverju sé að renna hérna framhjá 410 gígavattstundir. Þessi stöð er hönnuð þannig að í dag er hún með 100 megavatta vél. En við skildum eftir það svigrúm að við gætum síðan meir bætt við annarri vél þegar að þörf krefur. Virkjun hér á sér mjög langa sögu. Það eru nákvæmlega 100 ár síðan að Einar Ben setti fram sína fyrstu hugmyndir virkjun Þjórsár. Og hans hugmyndi voru að virkja nákvæmlega á þeim stað þar sem Búrfellsstöð 2 er risin í dag. Á þessum stað í Þjórsá þá hafa 3 jökulár sameinast og vatn runnið í gegnum 5 virkjanir. Breytingar á rennsli síðustu áratugi hafa verið með þeim hætti að töluvert mikið vatn var að fara að renna framhjá gömlu stöðinni. Og það er raun og veru þessar breytingar sem drífa áfram þörfina fyrir stækkun Búrfells. Af því að gamla stöðin hefur einfaldlega ekki nægt afl til þess að geta nýtt það vatn sem nú fellur hér til. Framkvæmdir við Búrfellsstækkun hafa gengið mjög vel. Það sem gerir þetta verkefni sérstakt er stuttur verktími. Og stuttur verktími helgast af því að við eigum alla innviði. Inntakslón, núverandi stöðvar, nýtist stækkuninni og hér eru flutningslínur og tengivirki sem að nýtast þessari stækkun. Og þá má líkja þessu við að við erum með 100 herbergja hótel og við erum að bæta við 20-30 herbergi og við erum að nýta allt þetta sameiginlega. Okkur í Landsvirkjun er mjög annt að hanna okkar mannvirki þannig að þau harmonera vel við umhverfið sitt. Við erum með því að staðsetja stöðina neðanjarðar, að þá erum við að lágmarka sýnilega áhrif ofanjarðar mannvirkja. Við vorum mjög heppin í þessu verki, það var ekkert sérstakt sem að koma upp á. Þetta er samt sem hafi framkvæmt í helli inn í fjalli og því kannski svona áskorun að sjá þar samankomna marga verktaka sem á sömu stundu er að vinna í því að steypa upp mannvirki og koma fyrir vél, tengja og gera. Og þetta er bara vissulega reynir rosalega á mjög gott samstarf og samstarfið hefur gengið mjög vel. Umhverfismál er stór þáttur í framkvæmd sem þessari og hluti af verkefninu er að ganga frá svæðinu, frágengnu og ásýnd og landmótun eins og við teljum hana geta orðið hvað besta. Við erum mjög stolt af því að þessi stöð hún svarar mjög vel þessum gildum fyrirtækisins. Það er að nýta vel þær auðlindir sem okkur er trúað fyrir. Þannig að það var algjör forréttindi að fá að taka þátt í verkefni sem þessu. Búrfellsstöð 2 er nú orðin 18. aflstöð Landsvirkjunar. Og það er mjög gaman að því að hún hafi risið hér í bakgarði Búrfellsstöðar sem var fyrsta aflstöð Landsvirkjunar fyrir rúmum 50 árum síðan.